Eiríkur Bergmann, fulltrúi í stjórnlagaráði. Hvernig hefur starfið í stjórnlagaráðinu gengið? Þetta var gengið prýðilega. Þetta bara hafa gengið eins og í sögu, svona eftir að við komumst loksins af stað eftir allan vandræðaganginn í aðdragandanum, en það hefur auðvitað farið svolítill tími í að setja niður leikreglunar, en það er nú frá núna, þannig að við erum komin af stað í hérna efnislegu vinnu. Í hvaða nefnd ert þú og hvað takið þið fyrir í þeirri nefnd? Ég er í miðnefndinni, B held ég hún heiti, sem að ég er nú með þessa kannski þennan þunga málaflokk sem er stjórnskipanin, það er að segja valdmörkin milli löggjafarvaldsins og framkvæmdarvaldsins, og svo nú forsetinn þarna með líka, þannig að þetta er nú kannski svona þessi þungi í stjórnskipaninni sem að við þurfum að koma einhvern veginn fyrir. Býstu við að þetta taki miklu breytingum, eða hvernig svona þið eru rétt að byrja, en hvernig sérðu þetta núna? Já, maður veit það náttúrulega ekki ennþá hvernig þessi vinna mun þróast, en undirbúningurinn að henni hefur verið mjög góður, hópurinn hefur verið að hristast mjög vel saman, menn hafa verið að svona þreifa á hver öðrum, og ég held að við séum mjög vel í stakk búin undir það sem hópur að fara í hérna efnislegu vinnu og að hættan á því að þetta leysist allt saman upp í einhverja vitleysu og verða engu, að sú hætta hefur verið minnkuð töluvert, þó hún sé auðvitað ennþá til staðar og er alltaf til staðar sú hætta, en held ég okkur hafi nú tekist að girða fyrir þá hættu eins og hægt er. Þú hefur talsvert verið í samskiptum við erlenda fjölmiðla og jafnframt skrifað greinar í Guardian mikið undanfarið. Hefur þú fundið fyrir áhuga erlendra fjölmiðla á þessari vinnu? Það er gríðarlega mikill áhugi útlendinga á þessu verkefni í heild sinni. Þetta þykir mjög merkilegt verkefni að almenningur komi með þessum hætti að því að skrifa nýja stjórnarskrá, hefur bara heldur hvergi gerst. Á þessu hafa erlendir aðilar ansi mikinn áhuga. Þetta eru kannski ekki forsíðufréttir í heimsmiðlunum, en þetta er áhugi fyrir þessu og líka í fræðaheiminum. Þegar maður orðið var við að það eru fjölmargir félagsvísindamenn sem að fylgjast grannt með þessu, og þannig að við getum gert ráð fyrir því að ef að vel tekst til að þá muni vera greint frá þessu verkefni ansi víða.